Reykjanes bjóðum velkomin inn í hringinn, Ísak Logi Weaver. Tekur miðuna hérna í annar lótu. Finnst það kannski hafa mist fyrstu lótuna aðeins frá sér og ætlar ekki að gefa Arnari Geir neina sinsa hérna. Lótu 2. Flottur Ísak hana. Ég er ekki að heyra í lýsingunum okkar. Nei, hún er komin inn nú. Nei. Það halda áfram að testa. Svo verður það að mjúta hérna, þannig að setja bara allir tæknivandamálum í byrjun. Hvað segir við? Þú verður bara að mjúta mækið, annars þetta kostar tæknivandamálum í byrjun. Ísak heldur hann að pressa hérna. Arnar Geir komin undir hornið, sjá hvort að Ísak ná eitthvað refs honum með að feysa það.
Þetta allt svona aðeins... Hann komið með hann upp á köðlunum. Já. Hann búinn að vera ákveðinn í að stjórna þessu hérna í annari lotu hann Ísak. Já. Tók mig inn bara frá fyrstu sekundu og svona heldur Arnari svolítið á bakfætinum. Einmitt. Arnar getur alveg verið hættulegur þar samt. Já. Ísak svolítið flottur hérna í annari lotunni. Já. Þarna vill Arnar ekki vera. Arnar samt að halda sér nokkuð öruggum, þú veist, það er ekki mikið að hitta clean, sko. En maður tekur eftir, það er meiri þyngdi í höggunum að Ísak, hann har náð gott jab í gegn. Gott gagnökuð þarna hjá Arnari, svarar fyrir sig, vinstri krókurinn til staðar. 10 sekundar eftir. Þar lýkur lotunni. Ég held að þessi 1-1 komið inn í þriðju lotu. Já, ég held að. Þetta getur verið svakalega lota. Já, það er allt undir hérna. Það er open scoring eða hvað? Það er open scoring. Við sjáum hérna í dómgæslunni að dómarar telja Arnar hafa unnið þessu lotu. Þetta er split lota. Þetta er split lota, já, ég gæti trúið því. Það voru nokkur högg sem náðu inn í honum. Það var ekki mikið á bakvöðu en við meina þau telja að þau lenda hreint sama hversu þunguð þau eru. Já, þannig ég skil þetta alveg. Það er hárrétt. En þá þyrfti mögulega Ísak bara 10-8 lóti núna en þú tekir það. Já, núna þarf Ísak í rauninni að klára hann að bara það. Já, annarkur bara taka hann út eða 10-8 lóta. Arnar með flotta flétti hérna. Arnar Geir er svo tæknilegur. Hann er það. Já, lætur finna fyrir sér hana. Góða vinstri krókurinn og Ísaki náðu kannski ekki alveg í gegn en það er þyngd á bak þessu höggi á honum. Núna er sko Ísak Víbir þarf rauninni að berjast mjög örvendingafullan bardaga, þannig að sé. Já, hann þarf að leggja allt undir núna hérna. Já, en Arnar Geir er flottur, hann er svalur, mjög ótrúlegt félagaskinn hjá hann. Já, þetta er fótavinnan sem heldur hann öruggum oft. Já. Svo maður sér, hann er alltaf mjög svona hoppandi og skoppandi og fljótur að bregða sig frá eins og þegar svona vinstri krókar kom inn. Flottu tvistur þarna hjá Arnari Geir. Beinhægri smettlendi. Það er besta höggi í lótunni. Já. Og Arnar Geir treysti gardinu sinu vel, hann er að verja flest af það. Þetta eru þungi krókar sem eru að koma að það vinstri krókar en hann verða og svarar og flottar höfuðhreyfingar hjá honum. Heldur betur. Arnar Geir er að lenda betur í þessum samskiptum, sko. Já. Hann er mjög svona teknilegu point fighter, hann hittir hann öðrum tvist sem virðist ná í gegn. Jabbið algjört money. Ísak hefur ekki náða svona... Annar tvistur nær í gegn clean. Arnar er að koma hérna, eiga góða þriðju lótu. Lótan sem hefði þurft að vera lótan hans Ísaks. Já. En Arnar er ekki að fara neitt. Gerir Ísak vel, kemur sundan og hann klárast lótan. Hann klárast þetta. Heyri, þetta er Arnar Geir. Við verðum að gefa honum þetta skuldlaust. Já. Þvílík frammistaða. Við ætlum að halda áfram að koma upp streyminu almennilega. Ég ætla að koma upp annarri myndavél. Já, við erum að rönna þetta á einni myndavél núna, við ætlum að koma annar í gang. Það eru glæsilegu bardagi, flott frammistaða á báðum mönnum. Arnar Geir svona með herslumuninn. Það er einróma dómara ákvörðun. Úr bláa horninu. Það er Arnar Geir. Hann átti þetta skuldlaust.
byrjaði þetta vel, endaði þetta vel, mögulega tók hann aðra lótuna líka. Þó að Ísak hafi nú alveg átt sín mómenti í þessum bardaga. Hann skiljanlega smá svektur eftir þetta. Þá væntanlega komið að Kristján Kalikowski og Vladimir Muskitov. Næsta bardaga. Jæja, þá komið að þriðja bardaga dagsins og við förum næst í U19 drengjaflokk árnatilningi í -60 kg þyngdarflokk. 65 kg þyngdarflokk. U19 -65 eins og vilji. Félags Akranes og Vladimir Muskitov. Vladimir fær hérna köllum sannlega frá Lóðakismálum. Það verðist að hafa verið einhver tengingu við þá. Já, heldur betur. Það er Kristján Kalikowski, þannig hefur ekki viljað Kópavogs inn í rauða horninu. Já, hann barðist síðan fyrsta bardaga í Keflavík, í Blúhöllinni og það lofaði góð. Maður sá að það bjó hellingur í honum og hann hafði ekki náð að sína það á deginum. Einmitt. Þannig að ég er mjög spenntur að sjá Krist nú hérna í dag. Já. Það er kraftur í honum. Ég er svolítið sparrað við hann. Hann fengið að lemja mig svolítið. Já. Þú hefur haft gott á því. Já. Dominika dómarinn fer yfir reglurnar hérna með bardagamönnunum og við erum klári í fyrstu lótu. Hérna fyrir við að staðar. Þetta er nú meiri veislan hérna í Kópavogi í dag. Gott högg frá Vladimir hérna. Annað gott, 2-3 lendið þarna. Vladimir ótrúlega. Hann er mjög fljótur að taka fram úr hérna í fyrstu lótu. Hann er strax búinn að hitta núna 5 eða 6 clean höggum. Já, og alltaf út eftir einhver. Já, nákvæmlega. Já, hérna kemur Kristján aðeins tilbaka. Og sagan í síðasta bardaga var svo að Vladimir vissi hvað hún leiði vel og hvað hann vildi gera. Já. Og meðan Kristján var svona aðeins að finna sig. Virkilega flotti taktar hjá Vladimir. Hann er eiga rosa góðan af Vladimir hérna. Það er alltaf ganga upp hjá honum. Kristján aðeins hægari. Ok. Kristján var eitthvað aðeins að ná svara fyrir sig núna. Tekur miðin á það, en því líka hreyfingarinn af Vladimir. Þetta er fallegt að sjá. Flottar hreyfingar hjá báðum í rauninni. Kristján ákveður þannig að fara bara í gegn. Vladimir átti engan séns á að ná inn gagnhöggi. Svona eiginlega Ég held að Kristján þurfi bara aðeins að leyfa sér að slaka á. Hann er kannski full stífur. Hann er full stífur. En það er náttúrulega bara þannig þegar menn fara að hitta svona 5-6 höggum á því í fyrstu lótu að maður kannski stýrnar aðeins upp. Einmitt. En við sáum hann eiginlega bara herða upp hugan á hann. Já, nákvæmlega. Já, vel gert. Hann pressa vel á hann og hittir okkur höggum. En Vladimir, hann stingur hann þegar hann kemur inn. Þetta er Sala meira. En lausnin fyrir Kristján er að gera þetta dirty. Er að pressa svolítið á hann. Ekki, því ef þeir ætla að standa bara í miðjunni og skiptast á höggum, þá er Vladimir að fara að vinna þau einu. En þegar að
Bætið á Let's go, Chris! og kom svo með eina neglu á hann. Hann þarf aðeins að skjóta nákvæmlega. Nú er bara komið tíma að skrúa aðeins upp hitan og láta finna fyrir sér. Nú, smá þreytum frá Chris. Nú er hann með hann í hotninu. Nú ætti hann að gera gert þetta svolítið dirty. Láta höggandi inni. Smá þreytumerki á Chris núna. Lótt með stýttir við Jafnir og reyna með tvista sem missir. Það lendur báður öllum sterkara högg frá Chris þarna. Hann er að marga sæmja. Aftur hann að Jafnir. En er það nóg til að taka lótuna? Ég held ekki. Gott átti högg frá lótunni hérna. Ís. Þetta er fært. Fyrsta lóta var dominandi lótum í þessi lóta var jafnvægi þá mér langi að klára þetta. Fyrsta lóta stöður í hérna. Já, þetta var greinilega smá blóðnasir hjá Vladimir af því að þeir eru að bara tróða vaselinni upp í nösinn hans sínspil. Já. Þannig að einhver af þessum höggum hafa lent nokkuð vel hérna á nebbanum. Byrja sterk, Chris! Byrja sterk! Já, það byrjar. Vladimir kom inn einu höggi hana. Liðsfélagar Chris hrópaði inn í hringinn að reyna að króa hann betur af. Naut, æsileg takkjarni á Chris. Þarna smerti eitt hann einu. Vladimir kom með ágætis blóðum sér. Það er eitthvað sem Chris vill sjá. Er það blóðslettur hann á öxlinni á honum? Þreytumerki á Chris. Vladimir þetta. Vladimir er ekkert á því máli að leipa Chris inn í þennan barða. Það er komið svo mikið læt í húsið. Þetta er algjör stemming hérna. Það er rosalega vel manna. Já, góðu dagur hérna í Kópavogi. Herru, hvað? Erum við að... Já, það er blóðnasir það. Stoppa vegna blóðnasins. Já.
Dominika hringdómari hérna fyrir við málin, hreinsa aðeins til. Já. Það er box aftur, tíminn fyrir að stað. Nú höldum fyrir Dominika. Fyrst heldur að fara þessa. Hvað er í bótti? Negla í fyrst. Hann er ekki að tappa sem hann er reynst með fyrstinn. Chris er gjörsamlega búinn á því hvað lokum í sig góða bóta. Þetta var þeim að það kom sterkur inn á næsta hlási. Fyrstu ykkurna var lúttu og það er ykkur líka með stegjaldan. Chris var ekki bara hérna og völdum hann í fluginu. Chris, ég var vonum með virkilega gott það. Það var alveg gott að segja þetta. En líklegast er þetta í blátt hóp. Mjög líklega. Já. Ég væri til að sjá dómarann gefa kannski Chris þriðju lóti. Ekki af lótur, það komaði niðurstöðu dómaróskurinn. Það er sigurvegari eftir unanimous decision victory. Mækir er úti þannig að ég nota bara barkan. Það er komið að fjórða barna dagsins. Það er líka í 19 ára aldursflokki og við förum í mínus 70 kg þyngdarflokk og við byrjum á úr gráhóttinu fyrir hönd Nefaleikafélags Hafnarfjarðar. Bjóðum velkomin í ríkið, Sindri Þór Einarsson. Sindri Þór Einarsson næstur inn. Mækir mættur aftur. Já, þá er það andstæðingur Sindra úr rauða horninu fyrir hönd Nefaleikafélags Reykjavíkur. Bjóðum velkomin inn í ríkið, Kristján Elvarsson. Enda einn frægasti maður í Íslandi í dag, er það ekki? Já, podcastar er mikill. Já. Ekki hræddur við að segja sína skoðun? Nei, eða sína pælingar. Hann er oft með eina pælingu. Við erum komin á stað. Salurinn kallaði eftir Djabba. Kristján virkar voðalega stór fyrir þyngdarflokkinn. Hávaxinn allavega. Kristján þá? Já. Virðist vera líklega með smá reach-mun. Hann kannski að halda þessu í svona, því meiri fjarlægð, því betur vinnuna með honum myndi ég halda. Já. Þannig að það á Sindra svolítið að vinna sig inn, myndi ég halda. Já. Það er gott högg frá Kristjáni hana.
Mjög svo. Við sjáum að Sindri með þennan klassíska hnefileika fyrir Hafnarfjarðar stíl, HF stíl. Hann rosalega yfirvegaður, leita fjarlæðinni með vinstri hendinni. En Kristján búinn að hitta núna 2 clean höggum inn. Hann tekur hérna fórustuna í fyrstu lótu. Svaka óverend þarna, partial blocked mögulega. Góður vinstri krókur, náði í gegn. Smellendi. Já, Kristjáni líður þægilega með þetta í þessu reynsi. Hann er alveg til að dansa hérna eftir höndum og leifa Sindra að reyna sig. Þarna náði Sindri inn einu, sýnist mér. Þarna var Reykjavíks kombo frá Kristjáni. Sindri, þarna maður. Kristjáni millir. Dominik er smá Kristján meira að snúa en Sindri þegar hann hittir það þungi á baka við hann. Já, þetta var jöfnlóti, ég var ekki að deila Kristján, en eins og sagði, þessi yfir í boltanum og Sindri var komið sem slag, kannski var en það sér hann að fyrir því það var hann ætlar ekki að fá sér sæti eins og Kristján. Við sjáum líka að Kristján er að anda harðar. Þessi lóta tók meira, hann er náttúrulega að dansa ytturhengina, hann tekur meira orku, sko. Einmitt. Það er hreyfa hennar á. En hann fær góð ráð frá Davíð og Tóti vel að þurrka honum bringuna og kæla niður. Það var önnur lóta. Það byrjum við. Sindri ætlar að taka miðuna. Og Sindri náði mögulega þarna inn eina hægri handar höggi. Þvílík högn sem náði þarna í gegn hjá Kristjáni maður. Þetta er alvöru bardagi sem við erum að sjá hérna. Kristján er rosa duglegur að lenda 2 í einu. Já. Svona lítið stórt. Sindri svarar sig fyrir þarna en Kristján hitti einu. Og gott body högg frá Kristjáni. Það kallar þetta því að Sindri noti jabbið sitt meira. Verði eins konar jab á the hut. Hann þarf að jabba sig inn í færi. Þetta er alvöru fætt. Já, þeir eru að gefa allt í þetta hérna. Sko, Kristján er aðeins búinn að svona beila á því gameplani að halda sig fjarlægð og er alveg svolítið til í að bara vera í pocketinu með honum. En hann er ekki endilega græð á því, þannig að hann þarf kannski aðeins að endurhugsa núna. Já, en hann er alltaf tilbúinn með uppercutinn. Hann er búinn að reyna hann 2 ef ekki 3 en ekki lent. Þannig ég er sammála þér, hann er ekki að græða mikið á því, en hann er tilbúinn. Já. En aftur á móti þá er hann ekki að eyða orkunni í að dansa ytrinhinginn. Nei, hérna hitt hann góðu högginn. Ég veit ekkert hver að taka þessa lótum maður. Búm, búm, góð jobb núna hjá Sindra. Já. Sindri er að hitta góðum höggum hérna. Kristján svarar leið að einhver hittir nokkrum góðum höggum þá svarar hinn. Þetta er þvílíkur back and forth bardagi hérna. Þessi önnur lóta var svakaleg. Ég veit ekkert hver tók hana. Nei. Mig langar eiginlega smá að gefa hann að Sindra en Kristján var alltaf að ná hann inn á milli þannig að það er erfitt að tellja þessi stig saman sko. Það verður áhugavert að sjá hvað dómararnir segja. Já. Á skjánum okkar þegar það poppar inn.
Ég get alveg sagt þér það, þetta var splitt lóta. Þetta var splitt lóta, ég trúi því bara vel. Ég var bara splitt sjálfur í haustum á mér, sko. Já. Nei, ég er að ljúga, það er fyrsta lótan sem er splitt lóta. Fyrsta lótan var splitt lóta, ok. Ég hef nú frekar haldið að það hefði verið seinni. Já, en... Mér finnst eiginlega Kristján eiga fyrstu skuldlaus, sko, ef þú spyr mig. Já. Ég ætla bara að gefa svona hint. Ég vil ekki vera með svona... Ég vil ekki spoila fönninu fyrir hlustundum. Já, er þetta bara ætlað fyrir... Þetta er rauninni bara fyrir... Þjálfarana? Já, ok. En ég er alltaf til að snitja. Ég er til að snitja fyrir góðan prís. Herru, það var þriðja lóta. Sko, þegar þeir byrja bara svona að svinga í pocketinu, þá lendir Sindri, en þeir lenda oft báðir, sko. En hann hefur svolítið verið svona að leiða með aftari sinna, hann þarf að jabba sem meira í gang. En núna er hann með hann í horninu, hann á að halda honum þarna. Réttur Sindri, koma! Þetta eru svakaleg högg hjá þeim, maður. Þeir eru að gefa allt í þetta. Bakka og slá! Dominika segir Sindra að hætta að halda. Sindri var hann að koma með Kristján alveg út í horn. Hann þurfti eiginlega að halda honum þar, sko. Já. Ég held að Sindri græðir á að gera þetta dirty. Hann græðir á að þeir sé í pocketinu, sé að treyta. Góðar höfurhefingar hjá Sindra hana. Kemur sér undan víðum sveiflum. Góður tvistur frá Kristjáni. Góður vinstri krókur frá Sindra, maður. Þetta er fæn. Var þetta 10 sekúndar klappi sem voru meira? Nei, við erum á 40 sekúndum. Þeir eru báðir svo þreytir. Góð högg að ná í gegn Kristjáni. Smelllendi. Réttur og slá Sindri, koma! Nú er það Kristján sem að pressar, sko. Já. Þarna Sindri þetta er góð höggi. En ekki alveg að ráða við pressuna. Nú eru nokkur högg að ná í gegn ís. Þarna liggur við hann að bara stólið lótinni. 3-4 högg sem að náðu hann í gegn á stuttum tíma. Alveg í blá endan. Dominika ákvað að telja yfir. Já, hann fær talningu. Skiljanlega það er svona 3-4 högg náinn óvarið. Þessi betur verið lótan búinn. Já. Og bardaginn búinn. Bardaginn er búinn. Þvílík framistæði á báðmönnum. Þvílík veisla. Það var geggjað. Þetta er Bergvild og Hófi Lóa. En já, líklega tekur Kristján enn barda. Allavega ef maður horfir á svipinn á honum, þá er hann allavega í þeirri trúum að hann hafi tekið þetta sjálfur. Ég verð að vera sammála því líka. En Sindri átti sín moment. Og það kraftur í höggunum hans. Hann var kannski svolítið þreyttur í lokin. Þessi högg sem hann náði hann inn í þriðju lótunni, sem leiddu að talningunni. Ég held að þetta var aðalega bara verið smá þreyta. Já. Hendurna verða þungar í þriðju lótu og erfiðar að verja sig. En það gáði allt í innan bardaga. Það er einrópa dómarúrskur unanimous decision victory og rauða hornið. Það er rauða hornið, það er Kristján. Og unanimous í rautt horn. Já. Kannski bara nett verðskulda. Sanngjarnt. Geggjaði. En vonandi sjáum við að bara taka þriðja bardagan í Hafnarfirði og fær Sindri að bjóða honum á sinn heimavöll. Já. Þó að Kristján sé tæknilega orðinn bikarmeistari eftir 2 sigra. Þá vonar maður nú alltaf bara, þessi strákar séu nú bara að boxa eins mikið að geta fyrir reynsluna og séu ekkert að sleppa þriðju viðureigninni þó að vonin sé kannski úti. Já, og hafa svolítið gaman að þessu. Geggjað fett. Þá er það Jæja Gasili á móti Flaga. Jæja Gasili, fyrsta barða klassins, hann er í -80 kílógramma unnýttanarflokkin drengja. Við bjóðum fyrst velkominn í hringinn og áhugaður fyrir höggin var ekki að byrja góð. Bragi Freyr Eiríksson.
Og jafnvægi draga hér í dagja, heitaðandi handlegur úr lífæringafélagi Kópavogs velkomin í hringinn í að hýja Saraseli. Jæja, Síli, hann fór á sterkum mótið hérna í Íslandi fyrir tveimur vikum. Það sem hann mætti í manningunum var minni anslæðingur hans að vera frá Litháen. Hann mætti að bóksa með að minni með 0,7 vaxið í verkinu, þannig að hann var samanlega bara sem fyrsta fætti. Grætt mikið á þeirri viðreik, ekki að þetta séu strókunum og móti og allir mæta mönnum með margfaldar reynslu á sig. Margir að mæta landsmeisturum og einmitt Keep them coming. Kraftur í höggunum. Það er búið að vera mjög gaman að fylgjast með þetta. Ég er eftir að tekur alltaf bara stöður og breytir þetta á æsbæs. Það er einskilja að líta betur og betur bæði á æfingu. Það sem gerir vel þegar lendir höggi fylgir tvennu liði. Það er mikið baka og bakgrunns. Flott óverðandi hérna. Hittandi móti, gott að mættið mitt var að switcha þessu fyrir móti og ekki reynda þetta fyrir skipti smart liti. Olímpísku bóksi er ekki yfirleitt mjög ókvæðið bóksi sem að mynda borta. Já, ég bent á að halda höfðinu uppi. Upp niðri, ja, upp niðri. Leysulega, ég kalla upp niðri. Þeir eru að sjá það sama við, greinilega. Greinilega, þeir þekkja ólympíska bóksið. Þarna, flott högg í bótið. Búm, búm, buddy. Bodyhöggin telja. Reynir að neitt upp eitthvað. Klára sterkt, já. Overhendi. Parcel í varið kannski. Það er flott fyrsta lóta. Ég verð að gefa þetta á jæja. Já, það nú vera sammálegar þar. Þetta var jæja lóta, sko. Maður svona sér hann, sko, það er kraftur í honum, hann er tæknilegur og hann er góður að stokka upp lótunum. Já, algjörlega. Hann er ekkert að ausa vatn upp sama brunni, eins og maður segir. Hann er kljálega höggþyngri. Þeir eru að fara hérna, Bragi Freyr og þjálfarinn hans að fara hérna yfir einhverja tæknilega hluti. Já. Eitthvað með fjarlæðina sýndist mér. Kannski að reyna að halda honum aðeins sem eitt saman. Fyrstu, já, fyrstu. Það var það önnur lóta. Veður í hann.
ákveðin, heyrðu, jæja, fyrir að hann er hendina hátt og fann að dansa eitthvað. Stæliði minna. Þessi hægri krókur smertir hitti. Já, og jab þannig bottið. Hann er búinn að taka vel fram úr hérna. Gott hérna, góður tvistur á bottið hérna. Ok, svo núna það Bragi Karlsson sem hérna færi að það er nú pörs, þá þarf hann að lóta á. Svo Jæja er að fíla sig. Jæja er dottir í smá fróst, það sést það. Já, hann er að hafa svo gaman að þessu. Stjóðan fyrir. Standa sig svona ótrúlega vel. Aftan hnakka. Heldur betur. Hann fær viðvörun vegna þess. Það er hvílík lota hjá Jæja. Bragi aðeins að svara þarna, en þetta var aðeins og lítið, aðeins og seint. Já, frá honum Braga. Já, frá honum Braga að lenda hann einum tvisti. Já. Ég held að Bragi þurfi að vera mjög duglegur að jabba til að halda honum frá sér. Af því að hann er ekki alveg að fá neina virðingu frá Jæja sem veður bara í hann og er að komast upp með það, er að smetla með yfirhandar höggum og hægri fjörkum og svitsar þessu upp, fer upp og niður. Einmitt. Þetta er erfiður dagur á skrifstofunni fyrir Braga. Já. Hann er að fá tæknileg ráð frá Við sjáum hérna, Jæja, hann er bensinni hérna fyrir þriðju lótuna, hann er ekki þreyttur. Verður maður hægri að kíkja upp, þetta er svo sem mikið bak með hann, ekki spila. Nú þarf Bragi bara að vaða í hann, nauk, Bragi lenti góðu höggið hana. Það var sem að þjálfarinn var að tala um. En hann eiginlega bara kveikti á Jæja, óð bara í hann eftir það. Kom vel hérna, nýtir sér stunguna, passa fjarlæðina. Mér finnst smá eins og Bragi kannski setja ekki alveg nógu mikið í árásina sínar, þú veist, þegar, eins og núna er hann að... Þarna. Hann er að vaksa ágætlega inn í hérna barða, hann Bragi. Hann má ekki taka það á honum. Nei, algjörlega ekki. Ég væri til að sjá hann setja aðeins meir í höggin sín, svona þegar hann fær Jæja til að bakka upp á kölunum, þá þarf hann svolítið bara að sveifla og setja allt sem hann hefur í þetta. Komur svona smá þreytumerki báðamenn núna í þriðju lótu sem er eðlilegt. Jæja líklegast, hann vissum að hann sé að taka þetta upp á þessum tímapunkti og ætla kannski bara að sigla sig heim. Já, það er líka Liðsfélag Jæja kalla hérna upp með hendurna. Já, hann var orðinn pínur latur. Já. Bragi þreyttur. Það er klárt mál. Það er þreytir. Þarna... Svo nú það Bragi að sveifla. Nú verður Bragi að sveifla. Þetta er of auðvelt fyrir Jæja að koma sig af köðlunum og bara kýla Braga bara yfir hringinn. Nú er hann komið Bragi í alls konar vandræði. Svo þetta er ekkert mikið að lenda clean samt en Bragi er undir mikilli pressu. Nú loka sekundur bardagans. Nú var ég til að sjá bara hérna... Uss, þvílík högg frá Jæja. Hann klárar þetta með stæl. Það er þvílík frammistaða. Flott frammistaða hjá... Geggjuð frammistaða. Jæja, kannski í lýs. Bara... Þetta er nú bara einróma í rauðahotnið og ég hafi nú haft ránt fyrir mér áður. Já, það sé nokkuð ljóst að hann tók allar þessar þrjálótur. Já. En svo sem ekkert rúst, ég er ekki að gefa hann 10-8 fyrir neitt af þessu, en þetta var bara solid 10-9 hver einasta lóta held ég. Já, ég hef ekki eins og einhver 10-9, 10-8. Það var ekki gott klapp.
það kom að dómarúrskurinn hér í dag úr þessum bardaga. Það einróma dómarúrskurinn, einróma sigur Unanimous Decision Victory úr rauða hóttinu og Yahia Kassani. En okkur gefum bragað Yahia virkilega gott lag. Við erum að kalla hann Jæja, en kynurinn kallar hann Yahia. Já. Hvor hefur rétt fyrir sér? Ég hefur rétt fyrir mér, Ég hefur rétt fyrir þér, Jæja. Þetta er mikið... Ég vona það, ég er búinn að kalla hann það for years. Já. Það hefur verið gott. Við uppum okkur þá í næsta bardaga held ég alveg bótið, en þetta er náttúrulega mikill bardagadagur fyrir okkur Íslendinga. Já, Hekla María representar Ísland á UK Fighting Championship í Preston. Heldur betur, hún ætti nú bara að vera að berjast núna, ég er vel nýbúin að berjast. Já. Við erum með annan dag hnefaleikamótsins og það er glímumót á Akureyri. Herru, Hekla vann. Hekla vann. Hekla María defeats Nicole Vernon via armbar in the third round. Já. Herru, hún hefur þurft að vinna fyrir þessu, en það endar þetta á armbar. Vel gert hjá henni, maður. Vel gert. This just in, Hekla María með sigur á UK Fighting Championship í Preston. 2-0 sem áhugamaður núna. Já. Stefnir á Evrópumeistaramóti í febrúar. Vonandi fá að sjá hann á Kate Steele í desember eða einhverju öðru promotioni. Hún náttúrulega bara fann þennan bardaga sjálf. Já. Bara redda þessu alveg sjálf. Það þarf að berga sér. Og við ætlum að byrja núna í mínu 65 kg elite-hockey karla. Við bjóðum fyrst velkominn í hringinn. Úr bláa haldinu fyrir höfðingarleikafélags Reykjavíkur bjóðum velkominn Seyam Omar. Er það Seyam Omar? Já, þetta var hrikalega skemmtileg viðureign á fyrsta degi. Já, hann stóð sér vel Seyam í síðasta bardaga, ekki? Jú, hann gerði það heldur betur. Verðist við að ná vel að segja vel að Og síðan við segja fyrir bláa haldinu fyrir höfðingarleikafélags IC Lúkkomi Pörnberg England Cortina. Já. Og þetta er allt annar strákur heldur en við sáum upprunalega þegar hann byrjaði að berjast. Hérna í rauða hóttinu kominn Carles Berlinguer frá hnefalegafélagi Æsi, eða Mjölnir. Einmitt. Og já, gamla legendið Willi í hóttinu hans. Já, já. Og Aron Frans með honum. Ekki slæmur hóttnamaður þar heldur. Heldur betur ekki. Aron Frans, atvinnumaður í MMA. Já. With the knockout heard around the world. Já. Spinning kick knockout hérna í Florida fyrir ekki svo lengu. Aron Frans fór gjörsamlega viral eftir það. Og við erum komnir að stað. En já, eins og segir, maður tekur eftir miklum þroska hjá Seyam Omar undanfarið og hann er náttúrulega kominn núna í elite-flokk og svona orðinn fullorðinn maður. Heldur betur. Og þetta verður sjálfsögðu 3 mínútna lota þó að klukkan hefur maðurfréttum segið 2. Já, einmitt, við erum að breyta því fyrir næsta. En já, nú erum við bara komni í elite, fullorðinsflokk, stóru strákar. Þó að ungu strákarnir gefa okkur alltaf crazy skemmtun hérna. Þá er nú líka gaman þegar maður er komin í fullorðinsflokkana. Heldur betur. Willi, eins og hann er þekkt fyrir, hann er byrjaður að góla. Já. Jab. Góð skipti, smá dört í bókinn hana. Smá skalli þarna. Skutlaði saman. Allan mjög nálægt því. Allan ekki kvart, þannig að við erum bara í góða málum. En jú, þeir eru svolítið að stinga höfðunum sínu saman. Þarna fær Carles aðvörun. En allan eitt headbutt þarna, mögulega 2. Þeir eru aðeins að passa sig á þessu. Sýndist dómarinn segja að Carles eftir að gera það. Þarna hitti góður fyrir það. Omar hitti góður minnstu krók þarna í einhverjunu. Annar þessi krókur takkur rísa. Tvistir mæri hann í gegn. Svo segir Omar annar tvistir mæri í gegn hérna. Þetta er fight. Shit. Menn eru bara að sveifla henni í pocketinu. Djöfull elska ég þetta sport, maður.
Og já, góð bodywork frá Karls, hann að koma sterkur í þetta. Þeir eru báðir Þetta að alveg lenda. fætt, já, báðir menn eru að lenda. Og þú veist, báðir menn eru óhræddir, þeir eru að gefa allt í þetta. Þeir eru alveg til að koma saman, bara fara inn í símaklefann og bara sjá aðeins hvort er harðari. Hann er svo oft lágt niður með hendunar. Spurning hvort að Seymour nái að refsa hann fyrir hann. Hann náði svolítið að gera það fyrir í lótunni. Núss! Shit, þessi vinstri krókur hjá Seymour Momar, hann rétt mista honum þarna, það er kraftur í þessu sko. Þarna annað headbutt, þeir fyrir að passa sig. Karles er að leiða of mikið með hausnum. Hann hnígur niður, þetta var vont högg. Þetta er þriðja headbuttið hérna í fyrstu lótunni. Það þarf aðeins að passa þetta. Seymour fyrir hérna í hlutleysa. En þetta var enga veginn Seymour að kenna. Mér finnst það eiginlega meira Karles sem er að leiða með hausnum en kannski þeir bróðir. Læknirinn verður sem virðist ekki vera kjörð. Ég sé það ekki þegar stóra mínum við Ég stengst það ekki í og ég gæti smá tíma að hann myndi bara detta út fyrir kanalinn. Já. Þetta hörku fight, báðir menn bara svo game í þetta, bara að standa nálægt hverjum öðrum og sveifla. Heldur betur. Mér finnst kannski eins og Seymour Momar hafi rétt svona stólið þessari lótu. Gerði kannski örlítið meira. Já, örlítið meira. Þetta er einu af þessum lótum þar sem að maður Ég var ekki öfundsjúkur út úr dómarana. Nei, nákvæmlega, þetta er fokkin erfitt verkefni fyrir þessa dómara að þurfa að taka þessar ákvarðanir. Ég er mjög glaður að ég get bara sagt alls konar vitleysu hérna og það skiptir engu máli hvað ég segi. Einmitt. Herru, við erum byrjaðar aftur. Vel gert. Það er vinstri krókurinn að Seymour. Já, nákvæmlega. Þegar þeir koma saman þá endar það, ef við síðasta höggið þitt sem að lendir, þá er það góður vinstri, uppercut vinstri krókur, þetta er fallegt að sjá. Nú er Karles aðeins vann að borða meira en hann vildi. Já, þessi aftari uppercut og vinstri krókur eftir á, þetta er algjör manni fyrir að segja það. Djöðan er flott. Það sé ekki talsverður aldursmunur á því, ég finnst að Karles sé æði eldri. Jú, mér líður þannig. Það er segja mig bara mjög ungur. Já, hann er náttúrulega bara nýkominn upp úr U19 ára flokk, þannig að hann er líklegast bara 19 ára, 19-20. Hann er að gera svo vel með vinstri höndinni sinni. Hann nær alltaf að koma inn þegar þeir koma saman. Karles varaði við að vera ekki að beygja höfuðið niður. Þannig að það sem leiddi til þess að þeir skullu saman í fyrirlótunni. Ágætis fjarki hérna, Karles. Nei! Þarna lendi góðu tvistur hjá Seymour Momar. Kýlir í skrifunum. Þetta er að ná í gegn hjá hann. Við gaf bóttílíkinn af Karles. Og ég elskar þeirra og Seymour Momar tekur hérna aftari uppercuttinn og vinstri krókinn. Svo þegar hann nær Karles upp að köðlunum, sko. Nú Seymour Momar varaði við að vera ekki að setja höfuðið og látt niður. Báðir menn búin að vera að gera aðeins mikið af því í þessum fight. Karles hittir hann að góðu vinstri krók. Karles vann að hreyfa sig undir þreytulega.
Ekki sem í gormur í skrifunum og hann var með áður. Þetta er nefnilega mjög svona orkukrefjandi bardagi, þú veist, þeir eru stöðugt að slá, þeir eru stöðugt að koma saman, þeir eru að glíma svolítið, þú veist, það er mikil orka sem fer í þetta, þannig að hittir Seyjum Ómar góðu högg í uppercutinn og Seyjum Ómar, damn, uss. Þessi uppercut á hægri og vinstri krókur, þetta er kombóið hans, Seyjum. Einmitt. Uss. Kalli Sveinn þarna einhverja uppercutta í klinsinu, náðu kannski ekki alveg í gegn, en þetta er djöfisins sportagi. Þetta er djöfisins sportagi. En það var það alveg vita fyrir, að þetta yrði djöfisins stemning. Svo hérna vilja sín mann í hóttinu. Bara allir þessi bardagar í dag eru búin að vera geggjaðir. Þeir eru mjög lík stemning sem við höfum sér. Það er hérna í Það ekki með þessum leikmóta ekki bara út á strandina og fótt í lettina. Hér mæti Gungur í sjálfur. Hvað segir open scoring? Ég verði alveg að fá þetta, ég segja músið að það er góð Fyrst til Kalli Sveinn þessi vindur og fyrir við hérna í svakana friðundu. Þeir eru alltaf að vera bara í sundkjörnum. Ég held að það gæti verið svolítið munurinn hérna, hvað Seyjum Ómar er bara svona fyrir meðan að kalla sér mikið eitthvað niður með hendurnar, eitthvað reyna að taka eitthvað dans eitthvað, á meðan að Seyjum Ómar er bara, þú veist, fundamentally með allt á hreinu, er að gera bara einfalda hluti en er að gera það rétt. Já. Sáu þið uppökkandi sem náðu hann í gegn í klinsinu? Ég er að elska þessi uppökk frá Seyjum Ómar, þetta er gaman að sjá. En það er kraftur í Káris líka. Hann er með hendurna aðeins og opniði. En flottur þarna hægri krókur í ánum, náðu í gegn. Náttúrulega, kostum við það að hafa hendurna lágt er náttúrulega að það er erfið að sjá hann koma. Þarna klárlega að virka að þeirra. Það reynir hann. Hann er svona, hann er satt upp neðalega með hendurna. Ég er svolítið hrættur að hann verði það er bara gegn. Náttúrulega Kalli sig náttúrulega ekki vera mjögulega. Það kæmi ekki að varta að vera klíman þar. Seyjum Ómar. Pull back right hand, that's looking strike there. Það var alveg að kýla hérna í bæði. Svakalegu bardagi. Seyjum Ómar, þessi Þetta var gegn. Hann sýndi hérna, hann er búinn að taka nokkur skref upp á við frá því að ég sá hann seinast.
heldur betur. Jæja, góð fólk, við Karles að segja virkilega gott klapp fyrir Þvílík frammistaða, segja má maður. frammistaða hérna í Reykjavík. Kalles flottur líka. En ég held að segja Móma sé mögulega bara svona meiri 100% boxari heldur en Kalles sem að svona aðeins svo mikið látt með hendurnar. Sigur, unanimous decision victory. Og bláa handinni fyrir Reykjavík. Segja Ómar. Þetta er mjög sanngjörn niðurstaða Þeir hérna. segja Kalles virkilega gott klapp fyrir sína frammistu. Mjög sanngjarn niðurstaða, það var að sammála því. En það er einn dómari sem að gefur segja 10-8 lótu fyrir þriðju. Já. Þannig að þetta var, dóminerandi. Höfðu að taka 7 mínútur hér. Það er gegnir sjokkvændandur undan, fáið ykkur eitthvað að drekka, eitthvað smá að borða, það er yndustu bakkelsi. Og ég ætla að minna líka á Instagram síðu Nefaríkafélags Íslands eða Nefaríkasambands Íslands. Það heitir einfalda bara Nefaríkasamband Íslands á Instagram. En ég vil deila myndunum ykkar að einhverjum keppendum endilega gerir það. Ég vil reposta og allt svoleiðis, endilega við erum vilt þar og ég reposta myndunum sem þið virkið inn á. Bara endilega að followa Nefaríkasamband Íslands á Instagram og við getum repostað ykkar barndægur. Takk fyrir, við komum að fyrir 7 mínútur. Það er búin að vera eitthvað klassi fyrir mótum og það er skemmtilega nýtt fjölra í lendandi mann í leik og sagði að það er búin að taka tjós komin upp 2 level og það er alveg bara nýjir sjóðingar sem við erum að sjá núna tjóðið það er í spenningum ég veit að sjóðingar og freynd að kjála 2 af þeim allra bestu í íslensku boxi í dag og það veit ekki betur að sjá það leggja Og það er verðt að nefna gott fólk aftur ámáli af sjokkunu, leikningum allir fyrir í sjokkuna í dag, það fyrir styrkta Nefaríkafélags Kópavogs. Þannig að gera það að duglega að styrkja sjokkuna, þetta fyrir aftur gott mál að styrkja þetta glæsilega félag Nefaríkafélags Kópavogs. Það fyrir að gera það að duglega að styrkja sjokkuna. bara þvílíkt spennandi svæsir. Algjörlega, þetta mynda það, þetta fyrir meiri keppnisöfni, keppnisöfni HSK. Ég er bara að vera duglega að styrkja sjokkuna góður. Alla vikuna fyrir þessum bíl. Og það er konur að reyna á karlhagsmann líka bara að styrka mér og þeir segja sem þetta sem að kannski ekki spá í alltaf mikið sem voru svona fyrir. Þeir eru bara búin að vera kemur, það er alltaf búin að vera líka skemmtilega.
Já, þú ert bara að trýta sjálfa þig. Það er laugardagur. Hvað segir Nico? Hann er bara hress sko. Hann hefur engar heimildir fyrir þessu. Sjáu það stare-down hjá þeim maður. Fokk það, ég er spenntur fyrir þessu maður. Hljótt er ég til í þetta maður. Sá það ekki? Shit, hvað ég er spenntur fyrir þessu barnda. Here we go. Ok. Mér finnst þetta Nóel sem bara sterk. Ég er ekkert þessu djók, mér finnst það líka massa. Smá svona þreifingar, svona. Uss.
Viktor geggjaður. Viktor lenti þarna, náði inn einu höggi og náði svo að blokka það sem kom á móti. Mjög smúð. Og Noel náði inn í gegn þarna. Hraðinn í Noel er alveg ótrúlega. Já. Og tímasetningarnar. Viktor Sóvega er bara svo fundamentally solid, þú veist, hann gerir svo fá mistök. Hann er svo góður, þú veist, að henda út höggum og svo blokka það sem blokka svörunum. Sjá, svo góður að koma sér undan. Hann er með hérna fjarlægðarskynnið svo alveg á hreinu, þú veist. Þetta er svo smúð hjá honum. Njau, Nóel líkti að það. Þetta hægri hendi. Náðu við Viktor í heimum. Viktor náði einu hann í gegn. Nóel náði einn góða höggi hana. En hérna, höfðurinn var auðvitað höfuðið niður. Þú lappir að með þér, já. Báðir menn að fylta mikið hérna. Í þessu álótið. Þetta er bara tilbaka og rosalega innan að bótti höggi. Allt er saman. Þetta er ekki rétt. Allt er saman. Þetta er í gegn. Við erum náðum þetta einu höggi. Ég er reyna að tella þetta í fyrsta leik. Það er alltaf frábæra baka. Þetta er bara gæti eitthvað skóluður fyrir að taka svo lókið, sko. Það er bara hver hitt í síðasta högginu. Ok, ég held að Nóel að mögulega stóðið þarna í alveg í þessu. Og hérna nótinu sjáum við mjög animeitaðan Davíð Rúnar. Já, þeir eru báðir svolítið svona leikarinn tilburðir í báðum mönnum, Davíði og Nick svona í horninu yfirleitt. Þetta eru tilfinningavörur. Já. Þetta eru tveir menn sem að sko bara lifa og deyja fyrir þetta sport. Það er bara eat, sleep, breathe boxing. Þá er það lóta nr. 2. Við erum komin á stað. Spurning hvort að ef að Noel feitir, hvort hann missi smá hraða. Komast á betur inn í barnaðan. Já. Það voru eftir að skipta mjög miklu máli í þriðju lótu, bara hver er með meira kardió. Já. Gott jobb hjá Viktori. Mögulega Parsili Varisand. Noel, shit, það var hraðin í þessum höggum frá Noel, sko. Það er einhvern veginn, hvernig nær hann svona þungum fjörkum, en samt svona tætt og svona fast. Þetta er besti Noel sem ég hef séð. Já. Og ég held að hann setur þessi högg og mikið upp með feintunum sínum. Hann er alltaf að feinta og svo kemur bomban. Já. Og það sjáum við feint. En það finnir samt högg eftir. Noel mögulega aðeins að taka fram úr í þessum barda. Noel er að ná inn höggum, hann er að taka fram úr hérna. Nú, ok, þarna lenti Viktor góða höggi samt. Shit. Þessi bardagi maður.
að setja það hringi. Þetta er fyrst að þið hugsaðum fólkina. Sjáum Davíð Rúnar hérna í vinstamenn í skjánum. Vel animator. Tóti er komin aftur á hanglaðir. Komin úr leddaranum, ég fíla það ekki alveg. Nei, ég fíla þetta bakbói aftur út á meðan. Það hefur verið heitt í leddaranum inn í sveita rýminu hérna í Vafsíðan. Það er mjög góð orka í húsinu. Ekkert smá, vel mætt. Allir hérna límdir yfir þessu. Já. Við erum líka bara að horfa á núna 2 bestu boxar á landinu. Við erum að horfa á þetta er svo hátt level. Svo hátt level. Þriðja og síðasta lota, látum við hérna vilja okkur Motto! Ok, þriðja og síðasta lota er hafin. Let's go Stuart! Ég hef svona á tilfinningunni að Noel gæti verið búinn að vinna báðalótunar. Mér fannst hann allan að taka aðra lótu. Áttu erfiðara með að skera úr þá fyrstu. Já, ég þarf að sammála því. Mikil feint sérna. Báði menn kannski að bíða eftir að annarkór kom eitt í. Nei! Viktor Sóga ætlar að byrja þessa þriðju lóta krafti. Hann veit kannski að hann sé undir. Nonni, þú verður eiginlega að segja mér og áhörfundum hvernig dómarinn er að skora þetta. Er Noel upp 2 lótur eða? Augnablik. Viktor hitti góður, hægra handar höggið á þarna. Þetta var alveg högg. En ég geti sagt það að einn dómari er búinn að dæma þetta jafnt. Já, ok. Það er ekkert að því. Það er líka svo mikið hjarta í báðum myndum sem tilbúinir að koma saman og henda í 3 högg. Það er Nóel bara að vinna með að kalla. Nei, Viktor að lenda í höggum inn. Viktor að taka þessu lótur. Gott bótt í högg hérna, flotti livershot hjá Viktori Sóga sem er að koma þvílíkt sterkur inn í þessa þriðju lótu. Núna lendir Noel reynda góðu höggi. Góðu tvistur þarna hjá. 1-2-1-2-1-2-1-2-1 Noel að fá svona technical upplýsingar frá hótinu sínu. Ákveðin kombo sem að Davíð og Tóti vilja sjá frá honum. Skiptir á að lenda hana.
Let's go. Aðeins búið að róast á þessu núna hérna í þriðju lotu. En það eru báðir menn skiljanlega orðnir svolítið þreyttir. Þeir eru búin að gefa allt í þetta hingað til. Það eru 10 sekundur eftir. Noel hittir þarna hreinu höggi. Noel fann að dansa. Noel hittir í bodyið, reynir uppercutinn þarna. Getum við bara flýst ekki 3 lótur þetta var svakalegt. Ég ætla að taka upp eitthvað sem borta en það símanum. Ég bara geta Þetta var svakalegu bortaði. Ég vil sjá Jæja, komið að sigurvegaranum. Dómararnir hafa komist að skiljiði stöðu einróma dómarar skulið að ræða unanimous decision victory. Að þessu sinni sigurvegarinn úr Ragnarsson frá Hnefileikafélagi Og við byrjum á fyrst úr bláhættir hér, þetta heimamaður fyrir höfni og félagst Kópavogs Guðvarður inn í hringinn. Símon Kristjánsson frá FBC kemur inn í bláhornið. Og stækur hans í bræður rauð og hann fyrir höfni og líka dildast góðast. Ég hlakka mikið til að sjá hann. Ég held að hann sé örugglega búinn að æfa stysta af öllum þessum strákum frá FBC sem að keppa. Og ég mjög spenntur að sjá hann núna í dag. Ég hef ekki séð nógu mikið á honum, sko. Ég skil þig. Og svo hérna í rauðhorni kemur Jón Ólafur Haraldsson. Hann frá Hnefileikafélagi Akureyrar eða Þórs. Já. Sinn mann Garðar í hóðinu. Dómari fyrir við reglunar. Ekki slá aftan á höfuð, ekki bakið. Og allt frá hann beltislínu. Byrjum. Þeir eru byrjaðir. Sjáum hérna Símons. Já, ég veit ekki hvað það virkir stífur. Þessar. Hann með vörnina hátt uppi. Eftir Mike Tyson í honum. Spurning hvort hann allir upp og negla svo fyrir fara niður og negla svo uppi. Go Símon! Smá þreifingar, hálf mínútu þreifingum. Jón Ólafur þarf ekkert að taka neina sjensa meðan Símon er svona þéttur. Jæja. Hver þarf að lenda fyrstur? Símon við ágætis hægri hendi í body, reynir aftur. Það kveiknar aðeins undir Jóni. Gott jobb hana Jón Ólaug. Náði gegn. Tvisturinn hana rétt svona greisa hann. Jón færst núna southpaw, svo hvort það munir stríða Símon eitthvað. Þarna lendir Símon, þetta er besta höggið sem hefur lent hingað til.
Flott stúka hérna á Jóni. Vel tímasett. Ó, gott hægri handar högg hann hjá Símoni maður. Hann að koma sterkur inn í það. Sýnist það ætla að vera tímasetningar hjá Símoni sem verður hans hættulegasta vopn. Já. Flottur Símon! Nei, nú kemur Jón Ólafur hérna sterkur tilbaka en hann blæðir all hressilega úr nefinu á honum. Hann er komið með ágætis bróðsir. Þannig að þjálfarinn þarf aðeins að dómarinn auðvitað heldur. Já, Gummi hins að hérna gerir heiðilega tilnum til að henda í ruslið en hittir ekki. Þeir halda áfram. Upp niðri! Já! 1-2, áfram það, hittir við alltaf. Já, 2, með niður. Símon, doppeltappa hann! Já! Garðar er að segja Jóni Ólafi að exita út á engul. Já. Það er klálega skilaboðin sem hann er að fá Byrja Símon, byrja! frá þjálfarnum sinum. Já, ég held að það sé bara góð ráð. Já. Það var það önnur nota. Símon er líka með smá svona reach advantage, myndi ég halda. Örlítinn. Það sé ekki rétt með því hjá mér. Jú, ætli það ekki. Ég er ekki góð. Þeir eru svona svipa stóri, en mér finnst bara eins og sem aðeins lengri hendur. Já. Þarna lendur Jón er aðeins þannig að nota reachið sitt. Talandi um reach. Þannig að lenda einu sinni í body og einu sinni í andlið á Símoni. Þetta svo greisa hann, ef þetta hefði verið meira á targeti þá er þetta hann stóð svo nálægt og náði eins og að extenda höndina sína að þetta er lent, þetta hefði verið svakalega tórn. Hann er bara að smetla hans að powerhug bara beint áfram. Já, hann er dætt í gangi hérna, í annar lók. Sjáum líka að Jón er meira að fara út eftir einhver eins og þjálfarinn að spaðum. Já, einmitt. Góðu tvistur náðan í gegn hjá Símoni. Það er aftur fara að blæða úr nefinu á Jóni Ólafi. Ég held að það fyrir að stöðva þetta aftur. Já, ekki svo viss. Báðir menn konum með blóna sér. Ég er ekki hissa en það hefur Jón verið að lenda þessum powerhugum á vinstri hendinni. Trekk í trekk. Nákvæmlega. Hann er búinn að eiga mjög sterka aralótu. En Símon alveg svarar fyrir sig líka. En búm, búm, búm. Þú veist, þetta er að lenda vel núna hjá Jóni. Hann virðist vera aðeins svona búinn að
finna taktin sinn. Það er talning. Já, fjarlæði vel á hann þarna. Þarna voru líka bara, þú veist, svona síðustu 30 sekúndum með eitthvað 5-6 högg sem voru að náða hann í gegn. Ég skilju vel að þetta sé stöðað. Hann kallar tími. Það kallar tímið, það blóðna sér, blóð bá megin. Fyrst hann er komið með þig í hotnið, af hverju ekki bara aðeins og hreinsa til. Alveg óþált að vera á blæðingum núna. Þarna. Klára svo lóta sterk, Símon, klára sterk. Við höldum áfram. Gæru, lótan er búinn. Nei, áfram. Hún er ekkert búinn. Nei, lótan er ekki búinn. Nei, það er smá misskilningur. Já, eða þú veist, bjallan var raunverulega bara til að segja að bardaginn fer aftur í gang og það var stöðvað, þú veist, það var ekki bara talning, heldur bardaginn var stöðvar til að hlúa að bardagmannum. Þannig að þetta var bjallan til að láta vita að tíminn var að fara aftur í gang. 10 sekúndur. 10 sekúndur. Jón Ólafur náði góðum hægri krók þarna inn. Þvílíkt sterk lota hjá Jóni Ólafi. Ég myndi segja að þetta væri 1-1 komandi inn í þriðju. Allt undir. Þeir eru báðir ljótir í trínunum. Jón Ólafur búinn að vaksa mjög vel inn á bardaga. Símon byrjaði með krafti, var að ná tvistunum sínum inn. En núna í annar lótu er þetta eiginlega búinn að vera bara allt Jón Ólafur eiginlega. Allan að mun meira. Ég verða sammála því. Þetta er ansi jafnt. Djöfull er gaman hérna. Allir bardagarnir eru bara búin að vera þvílíkt skemmtilegir og þó það sé kannski ekki alveg sömu gæði í þessum bardaga eins og hjá Noel og Viktori, þú veist, þá er þetta alltaf bara gunfight. Það eru allir að leggja allt undir hérna. Leggja allt í þetta, setja allt í höggin sinn og skilja allt eftir inn í hringnum. Það er það sem við viljum sjá. Já. Skilja allt eftir hringnum og knúsast svo eftir á. Nákvæmlega. Það er það sem við viljum. Já. Seconds out. Þriðja lota. Hver vill þetta meira? Það er spurningin. Já. En ég get sagt þér það að það er einn dómari búinn að dæma því aft. Ok. Flottur! Já, þarna er Símon einu hægri hendur ekki inn. Ég held að Símon þurfa að vinna sig aðeins betur inn með jabbinu því að hægri hendur hans er að lenda og ég held að myndi lenda henni miklu meira ef hann myndi setja það upp með vinstri hendinni. Geggjaður tvistur lending á Símoni! Þetta var svo perfect tvistur. Jón Ólafur! Fjögra pís kombo frá Símoni! Guð minn almáttugur! Símon ætlar að vinna þessi þriðju. Hann er í djöfisisklandi. Blæðið lastur á mönnum. Þessi þreytta hjá Símon, þetta er fyrsta kvöldsinn svo far. Heldur betur. Þreytta við 4 höggum og setja allt í þetta maður. Nú það Símon bara halda svo aftur. Bara ráðum ekki máli í það með. Sérstaklega núna þegar hann komið inn í köðrunum. Reynir honum. Símonum í dálum. Sérstaklega Jón Ólafur, hann er ekki að svara neitt. Nei, algjörlega ekki. Símon er ekki gefinn við. Ég finnst að Jón Ólafur sést svolítið meðvitaður að hann hafi unnið fyrir 2 og fyrir bara að sigga í gegnum þessa þriðju. Mér finnst Símon vinna fyrstu, þannig að mér finnst alltaf að vera undir enn þriðju, sko. Niður fyrir Símon. Símon, sem hlutur þótt. Við höldum áfram. Þarna voru Jón Ólafur langt með að sigra hennar bardaga held ég, en Símon getur komið tilbaka. Ég er sammála því. Símon er að vera í lokinu upp á þessum tímapunkti. Döðu tvistur hérna frá Jóni. Þetta hægir líka. Þjálfari Nasjóns kallar því hann snúi skyndilega við þegar hann er að hjóla til hliðar. Nákvæmlega. Það virðist alltaf að virka. 20 sekúndur eftir á bardaganum. Klára sterk!
Passa á vinstri. Símon hefur fjarað mikið út eftir þetta þunga högg sem setja platsin á hann. Skiljanlega. Jón, heldur áfram að lenda. Ok, önnur talning. Það er önnur talning. Þetta, já, önnur talningin hérna, sko, margir hefðu jafnvel bara veifað þetta af þarna, sko. Já, en hann fær talningu, en lótaðan er svo sem búinn. Já, lótaðan er búinn. Það má gefa þeim. Gott, hvað? Hvílík frammistaða hjá Jóni Ólafi. Fyrsta lóta var mjög competitive en hann gjörsamlega tók fram úr og svo í þriðju lótunni var þetta allt hann eiginlega. Fyrir utan að eina svakalega flétti á Símoni þegar maður held að hann væri að fara að taka þessa þriðju lótu en Jón Ólafur bara átti svakalega frammistöðu. Já, ég verð að segja það. Hann gerði líka flotta breytingar, hlusta á hóttin sitt og aðlagaði leikinn sinn eftir því sem að þjálfarinn kallaði eftir og það sýndi sem er bara að hafa virkað vel. Já, einmitt. Hann tók mjög vel ráðanur á hóttinu sinu og náði að lagfæra það sem að þjálfarinn hans vildi sjá hann lagfæra. Vinnur barðan 29-27, 30-25, 30-26. En látum við mér fyrir Símoni Kristjánssoni og Jóni Ólafi Harðarssoni. Jæja, gott fólk, núna fara að plokka flokkarnir að aukast og við erum komnir í andsins vinstri stráka. Við byrjum á -80 kílógramma karla í nýttflokkin og það er fyrst úr bláa horninu fyrir hönd Bogasís. Þjóðvelkominn í hyggi, Dagur Ríkar! Alex Orri Ívarsson frá Hnífaleikafélagi Reykjavíkur hneigir sig hérna fyrir salnum. Alex Orri átti ekki samfærandi frammistöðu á fyrsta degi mótsins, var sjáanlega svekktur eftir það og ég trúi ekki öðru en hann ætli að skilja allt eftir í hringnum hér í dag. Vá, það er stemming maður. Það er stemming. Bogatýr, þeir koma alltaf með þessa stemmingum maður. Já. Man líður alltaf eins og maður sé á heimavelli Bogatýrs. Sama hvað maður er. Einmitt. Þetta eru útrásarmenn. Já. Þeir taka yfir. Ég hef ekki séð þessa tvo stráka. Nei. Mjög spenntur að sjá það. Var annarkvort þeirra báðir í Keflavík? Já. Alex Orri var í Keflavík. Já. Og þá vantaði aðeins upp á að taka gikkinn þar. Dagur byrjaði samfærandi. Þetta var þungt högg. Það er kraftur í höggunum hjá Degi hringsinni, það er klárt mál. Ok, gott jobb hérna, já, alls og það. Nú er svona vetrarsólinn farin að skína svolítið inn í salinn hjá okkur. Spurning hvort það er trufla eitthvað þegar menn fá þetta í augun. Það geti vel verið. Overhand frá Degi hringsinni, smeltleitir. Yfirhandar hægri.
Alexander heldur pressunni, stígur með honum, hann þarf ekki að sleppa honum niður. Smá áhyggjur á Alex og með ólátt niðri með hendunar. Já. Hægri hendin hans, Hægri hendin er svolítið hún á svolítið til að leika niður. Já. Og þá var náttúrulega maður opinn fyrir vinstri krók. Já. Svolítið verið að þreifa fyrir sig núna. Hann er að frjósa, kom á hann! Þessar overhand-högg. Þessi yfirhanda-högg. Ég heyri ekki sjálfur mér hugsa fyrir bóðatísmönnum. Já. Dagur ákvað bara að bera enga vinningu fyrir Alex Orra. Og bara... Já. Líka hann getur treyst í þessi overhand-högg hjá honum. Þetta er ekki högg sem að, þú veist, það er erfitt að countera svona högg. Þú veist, þú verður bara að blokka þetta og reyna að koma þér undan, sko. Hægri krókur lendir hérna frá Degi Hringsinni. Ó, í botnið og uppi. Dagur þjarmar á honum. Endurvílik högg hérna hjá Degi Hringsinni. Alex Orra svarar fyrir sig. Þessu þurfum við að halda hann. Ótrúlega skemmtun. Hann er góður. Wow. Call an ambulance, but not for me. Já. Þessi yfirhanda hægri hjá Degi Hringsinni. Þetta eru svakaleg högg. Þvílíkur kraftur sem hann er að generita. Heldur betur. Dómarinn stoppaði barndag, hann vildi meina að Dagur hefði segið hann í bakið. Já, ok. Ég held að hann var að tellja yfir honum. Ég held að líka. Dominika var ekki hress með þetta, hann hafði bara labbað í burtu. Hendur uppi, kom on! Þvílík lota. Wow! Það er skjárinn komin úr sambandi alveg. Já, mér finnst það að dómaraskjárinn hefði dótt úr sambandi. Herru, Dagur Hringsson maður, djöfull er þessi strákur að koma á óvart. Þetta er bara, þetta er nýju uppáhaldsbóksarinn minn held ég. Hann er spennandi, ég hef ekki séð að bóksa á þau. Hann nær að búa til svakalegan kraft og hann greinilega treystir þessari yfirhanda hægri sinni mjög vel, bara veður inn og sveiflar henni. Já, heldur betur. Dominika Og eiginlega eina sem að Alex hefur gegn því er bara að hafa gardið þétt og reyna að bakka undan. Ég heyrði þetta í bjötunni. En þáttur þessi sem ekki kraftur að koma á Degi Hringsinni, Alex er ekki til að láta vaða yfir sig og hann er alveg að svara fyrir sig líka. Já. Þannig að þetta er fætt. Gott jafn þarna. Þú veist að Alex er að taka miðuna. En mögulega er Dagur Hringsson bara svona aðeins að veiða hann til sín. Maður sér alveg að það er mikil viðbrögð við feintunum þegar að Dagur feintar. Alex bregst mikið við því, hann er hræddur við að fá yfirhandar æri á sig. Já, Alex. En hún er komið með hann. Þegar hann komið með þangað, þá verður hann að nýta tækifæri. Það er alltaf verið að sjá þig. Ok, þannig að leitur Dagur hægri hendi í boddið. Ok, Alex lendir hana. Já, Tóti segir það lenda öll högg sem hún kastar. Það er alveg eitthvað til í því. Það er alveg margt að lenda frá Alex. Hann mætti kannski bara vera meira aktífur. Já, ég held að það sé rétt með því hjá honum. Hann mætti taka með í gekkin. Þannig að fyrir hann viljandi hanskan. En það er alveg skiljulegt, það er svo mikið kraftur sem kemur frá Degi Hringsinni. Hei. Dominika vill að hlusta á sig að, já. Dagur Hringsson á að hafa slegið þarna, víst eitthvað í hnakkan á Alexi, samkvæmt Dominiku, dómara dagsins. Alex var alveg sammála því.
gaf hann til kynna. Sko, Dagur átti svakalega sterka fyrstu lótu, en Alex er að vinna sig vel hérna inn í annar lótu. Hann þarf að vera duglegri að taka í gikkin. Já. Svara fyrir sig. Þarna, flott Skeggja jab. Það var stiff jab þarna hjá Alexi Orra Ívarssoni. Þetta er fight. Þetta kemur yfirhanda hægri og Degi. Anna lendir hægri handinn hans Dags aftur. Haug. Nú er að koma með Alex í vandræði. 10 sek. Svo Alex þarf að nýta þegar hann næra hann út í hornið, þá er sjensin til að unloada á Dag. Heldur betur. Þetta var svaka lóta, þetta var jafnari lóta. Svo tölum við jafnara. Ég sýnist Dag að vera ölliti fann að þreytast. Já. Eðlilega. Eðlilega, þetta er búið að vera, þeir eru búin að vera alveg guns blazing hérna í annari lótu. Þetta var splitt lóta, það var 2 dómar að gefa Alex þessa aðra lótu. Þannig að, þú veist, það er 1-1 komandi hérna inn. Þetta er aftur grab. Það er líka læti í húsinu. Já. Þá byrjum við. Góður hægri krókur í potti frá Degi Hringsinni hana. Dagur sýndist hann lenda líka hana uppi. Dagur mætti jumpa sem er í færi. Ekki leiða með overhandinu. Það myndi setja þetta overhand upp með jumpinu. Já. Ég syns Dagur er svona þreyttur. Við lentum beinu í Alex. Náttúrulega málið þetta, þú veist að byrja að banda rosalega sterkt, en öll höggin hans eru risasögnu. Þú veist, öll höggin hans eru þessi overhand og hægri krókar, þú veist, þetta er orku hverjandi. Dagur er orðinn þreyttur. Núna þarf Alex að kapitalæsa á hversu þreyttur Dagur er. Nú verður Alex að bara pússa pússa. Og þegar að Dagur lendir í einu höggi þá breytist allt. Heldur betur. Hann bakkar hann er svo þreyttur. En ég finn svona fundamental hlutirnir, þú veist, Alex, þú veist, hann er með gott 1-2 og hann er að gera fundamental hlutina betur mögulega, kannski betri fóta en allt þannig, en svo bara, þú veist, þegar að Dagur Hringsson lendir overhand hægri, þá breytist allt. En hann er orðinn svo þreyttur, hann er með að halda höndunum uppi, en... Sjá þetta, Alex veit ekki... Geggja jab! Nei, en Dagur svarar! Þetta er svakalegur bardagi, Kappon! Hann gjörði það ekki. Alex, viltu vinna það? Upp og niður, upp og niður.
þessar höstunni. Dagur ákveður bara glíman í reitinn. Það líkur þetta geggjuðu viðreið og salurinn að rugg. Bónimenn fagna eins og það eru unnið heimsmeistaratitilinn. Þegar við sáum þennan barða á blaði þá áttum við ekki von á því að þetta yrði mögulega bardagi dagsins. Ég öfunda ekki dómarana að fyrir að velja sigurvegara hérna sko. Þetta gæti alveg farið í báðar áttir. Ef þú ert að giska ósækjum spurning, Biggi, ef þú ert að giska. Ég er að hallast að Alex sko. Ég er að hallast að Degir. Já. Það er kannski, segja Martin hvernig þessi bardagi var. Nákvæmlega. Ég veit ekki, mér er bara svona, þú veist, hann var að koma inn jackinu sínu, þú veist, 1, 2 og 3, þú veist, kjóla mikilvægt bak í hokkina dags. Ég get skilur þetta. Börni lota líklegast á Alex. Eftir 3 áskunda lokur er komið að dómaraheikunni. Niðurstaða komst í hósi heim og einn í heildinni. Það kom niðurstaða. Eftir 3 áverður. Split decision victory, það er split sigur. Split sigur. Bjarni Oddsson, valinn blúboxari kvöldsins í fyrstu umferð í Keflavík. Vann sér inn 100 skall með þeirri frammistöðu gegn Alvaro. Hér mætast þeir aftur. Án gríns. Það er komið bláhaldið Bjarni Oddsson. Já, ástæðingur Bjarni reyndi að kýra í rauninni, hann kemur á æsi, hann er hefðansæður, hann er snarkvæðar, Jóhann góður í ringin og ræða hálfinu, Alvaro Alvaro López í rauða horninu. Þetta sjáum við Það er aldrei entourage hérna sem fylgir til degi í ringsinni. Já, heldur betur. Já, er kameran alveg í góðu máli eftir allt þetta? Hún er fær áhættu kaup. Búið að setja upp hérna bara band til þess að koma í veg fyrir að... Já, koma með fyrir þetta. Þetta er ringsjóð, ég held að það sé bara nýja eitthvað spórsam.
býttu þá þú segir Bjarni Átvarsson. Við séum hérna Bjarni hægra meginn á skjánum með bara lága hanskana. Alvaro Hernandez Lopez í rauða hóttinu, rauða hanskar vinstra meginn á skjánum. Þetta alltaf mjög barnalendi Bjarni hrigilega vel. En þessir kepptu þetta fyrir 2 vikum síðan. Já, það ekkert svona verið að þreifa fyrir sig, það bara sett í 5. gír bara. Það bara go time. Já. Herru, Alvaro brosir hérna, hann er til í þetta dogfight. Hann ótrúlega til í þetta, enda skemmtilegu bóksari Alvaro. Erfitt að eiga við svona mann eins og hann. Einmitt. Alvaro með eitt hérna, hann byrst afsökunar á þessu. Hérna, Alvaro reynir hérna að kýla í miður breaki. Já. Dómarinn segir, hey, break it up. Bjarni heldur áfram að lenda, en Alvaro ótrúlega geim. Já. Gott jobb í body frá Mjög Alvaro. skemmtilegt. Svakalegur svona MMA stíll í honum stundum, skiptir svona stans og... Alvaro MMA fighter, en Bjarni bóksari og þetta bóksbardagi. Einmitt. Smá glímaði hann þarna, en Bjarni á glímaði síðan. Það ekki að lifa eitthvað búli að segja að standa sig við eða eitthvað þannig. Heldur við þetta ekki. Mikið stanslegt sem hjá Alvaro, en það var ekki með bara refsa fyrir það, sko. Vinstri gangur, Bjarni. Bjarni. Þetta svakalega högg með Bjarni. Alvaro hægtur að bósa. Hvað þessi Bjarni búinn að lesa í þessi 6 áspil ég? Við þetta njárvíkjum. Einn hægri klókur. Inn frá Bjarni. Dómarinn segir Alvaro ekki halda. Bjarni aðeins svona leiðandi með haustum hana. Bjarni hættilega. Sérstaklega Alvaro að stíga yfir sig. Þá gæti verið hættulegt að leiða sig með haustum, en þvílík högg sem að Bjarni lendir hérna í skrefunum, fara að blæða úr Alvaro. Bjarni með svo mikið Sjáðu Bjarni niður með hendurnar, bara hérna halla sér aftur á bak þegar eitthvað kemur. Það er stíll og stælar í Bjarna Óttarssoni. Já, stíll og stælar held ég bara besta leiðin til að lýsa Bjarna Óttarssoni. Ég hef ekki getað gert það betur. Þetta var sterk ljóta hjá Bjarna. Já. Hann er kominn til að meiða menn. Það er klárt mál. Hvað hann þarf að gera og hann er að gera það. Þetta counter hérna hjá Bjarna. Hann lætur högginn dynja. Hvernig hefur hann orku í þessum? Tveir krossar hann frá Bjarna. Nú skil ég hann að unnið hann 100 á skall hann fyrir 2 vikum, sko. Já, því hann er að berjast fyrir brauðið, sko. Það er fyrir pening fyrir fjölskylduna, sko. Já. Ég er ekki viss hvort að sé hvort Bjarni hafi fengið memóið, en það er ekki 100 skall í boði í dag. Getur við please alltaf haft 100 skall undir, það er Bjarni Óttarsson best. Já, við bara leggjum öll í pú. Við erum að skemmta ykkur konunglega, en ég er ekki viss Alvaro sé að skemmta sig jafnvel. Þetta verður svona ansi dóminirandi hjá Bjarna. Já, þetta er erfiður dagur á skrifstofunni.
Nú stígur hann yfir í Southpaw, sjáum hvort hann ná að gera eitthvað þarna. Það verður ekki virka fyrr í bardaganum. Þarna lendir Alvaro vel. Alvaro lendir, en Bjarni drullu saman það. Já. Hann bara, hei, þú hittir mig einu sinni, ég skal bara hitta þig 10 sinnum. Já. Herru, þú lendir á mig, hér 10 tilbaka. Bjarni látt niður með hendina. Já, smá feelingur í honum. Já. Ég veist að deila frá leikstæðar hann er að mikið að höggum, en hann er samt ekki hann er ekki að leifa hann svolítið eitthvað allt yfir sig, hann stendur hann stendur þarna, hljópar á móti sig og gerir sitt besta á að svara þessu. Það er bara svo mikið frá Bjarna Ólarssoni sem er komið með henni upp á körfunum, út í horn. Dominika kallar eftir breaki, nei. Ja, það var eitt skrið tilbaka samt. Það er spurning út af þetta stíg á milli. Þetta er svakalegu bardagi. Þungt högg frá Alvaro en blokka frá Bjarna. Alvaro aðeins þannig að leita betur í skrokkin, hvort að það sé eitthvað sem að Alvaro ætti kannski að gera strax. Við reyna þess að hægja á honum. Já, það væri sniðugt. Bara nokkrir í röð. Nú er Bjarni komið með hann upp á kölunum inn í hornið. Gott jobb þarna hjá Bjarna. Og hann langar svo að hitta hann með uppercuttinum þegar hann kemst inn í pocketið með honum, sko. Heldur betur. Smá svona letileg sveifla þarna hjá Alvaro. Hann er honum þreyttur, hann er farin að vera með opinn munninn. En það er bara búið að vera svo mikið pressa á honum í þessum bardaga að það er bara margir væri búin að folda, sko. Já, ég hugsa þessi rétt hjá þér. En hann vissi nákvæmlega hvað hann var að koma sér í dag. Hann brosir þarna í horninu sínu og hann hefur gaman að þessu, sko. Einmitt. Honum finnst ekki leiðilegt að vera með smá blóðbragð í munninum, en það kveikir bara á honum, sko. En pæling dagsins, eitt til að vera með svona bak við þeirra, er að Bjarni Óttarsson átti mögulega að mæta Ameríku. Já, ég vil bara sjá hann á öllum sem eru til að kjartmótum. Klálega. Það er alltaf bara að sjá hann með þetta. Það er ekki þetta að fara mörg matchups fyrir Elmarsson. Ég verður mjög til að sjá það ef Bjarni heldur áfram á þessar braut sem hann núna og Norðurlandsmeistarinn, ég verður að sjá hann og tækja með móti Elmari á Íslandsmeistarinn sem verður líka að sér áfram. Það verður ætli Elmar sé ekki bara til að keppa í 80 kíló það. Það var þannig engin eftir 70 kíló sem hann ekki færast þér. Elmar náttúrulega bara búin að fara í 86 kíló til að mæta Gabriel. Þannig að Elmar er bara með þessum reyðsmeðandi og bara skoðan að þarf til að fá mats, sko. En það er bara mats fyrir hann hérna í 84 og ég treysti Bjarna alveg. Þeir er líka með svolítið svipari stíl, sko. Það er mikið búin bara ógeðslega mikið pressa. En eitt í einu. Bjarna langar að enda sem höggurkvæðs þegar þeir koma saman og þegar þeir koma saman í pocketinu og klinsa. Maður sér það, hann langar að lenda þessum uppercut. Það gæti verið högg sem gæti endað hann bardaga bara. En Alvaro er með gott gard samt, sko. Þú veist, hann er að ná að blokka mjög mikið af þessu. En þetta er samt bara drullu fokkin vont þó þú verðir þetta og þú fáir ekki skora stig á þig. Ég meina, það er þetta bara erfitt, bara drullu erfitt. Það koma líka uppercuttar hann að spjalla inn í þetta, sko. Hann er að gera til að splitta gardinu. Já. Stíginn og splitta gardinu. Já, nákvæmlega. Og hittir á kannski með króknum eftir á. Nú er hann komið með hann upp á kölunum hérna í hornið. En þetta er hann í bottíðu. Hvernig er hægt að kíla svona mikið? Já.
Bjarni fucking Ottósson, hver þessi maður? Þetta ekki maður, Biggi minn, þetta vél. Já. Cuando se ponga así, ya va abajo y volea, coño. Ya va abajo y volea. Dale, ya va abajo y volea. Ya va abajo y volea. Eso, venga, sigue. Ya va abajo y volea. Eso. Ya va abajo. Eso. Tiempo. Cuando se le acerque. Hann búinn að vera bara í 5. gír frá fyrstu 60 sekundum. Hann búinn að stuðsa 200 höggum í þessum 5 sekundum. Ég væri til að sjá hvaða statistics á þessum barnda. Þvílík, þeir eru bara að treyta. Shit maður, þessi bardagi, þetta var svakalegur bardagi. Þvílík frammistaða hjá Bjarna Ottóssoni. Þetta bara Það er rétt hjá þér, Dagur Hringsson var ekki lengi upp á bóksunum minn, en Bjarni Ottósson tók við bara þarna. Tekin við. Tók við keflinu bara. Þetta var svakalegur bardagi, hann er ennþá hoppandi. Já, hann á nóg eftir. Þetta var svakalegt, þvílík frammistaða hjá þessum manni. Getum við please gefa honum annan 100 áskall? Ég til í það, en þú borgar. Ótrúlega flott frammistaða hjá Bjarna Ottósson. Þetta verður dómarúrskurðin. Er þetta þrjár 10 aftalótur? Það er spurning. Það er Bjarni Ottósson. Unanimous decision 25-30, 25-30, 26-30. En Bjarni Ottósson fær 10 aftalótur frá Tindum. Þetta er svakaleg frammistaða hjá Bjarna Ottósson. Sýk hvað ég reyfir að þessum manni. Ekki spurning, hann verður að mæta Elmari Gauta á Íslandsmeistaramóti. Það bara verður að gerast. Já, það verður mjög gaman. Það verður bara, hvað er þessi maður búinn að vera? Hann er bara búinn að vera að sinna öðrum hlutum í 6 ár. Það hefði verið grimmt að hendur og kannski Elmari Gauta eftir 6 ára fjárveru. En núna mæta Elvar og allan tvísvar, ef ekki þrisvar. Vá. Er það? Já, geggjað. Vá. Þetta var þvílík frammistaða hjá Bjarna Ottóssoni. Já, hrikalega flott frammistaða hjá Bjarna. En eins og ég var að segja, það hefði kannski verið grimmt að henda í Elmari Gauta í fyrsta mót eftir 6 ára fjárveru. Hann þurfti smá tune-up kannski. Já. Fínt tune-up hérna á móti Alvaro. Taka 2-3 bardaga. Já. Svo Elmar. Það er main event time. Ég var náttúrulega að sjá Villa taka eina. It's time! Það er tími! Og við erum að byrja á það og hann fyrir hönd til bjóða velkomin inn í hringinn, Sigurjón Guðnason! Það er Sigurjón Guðnason! Einn höggfinnsti maður á Íslandi gerir á fyrir. Sinn fyrsta Hún var svo mikið hent í djúpulegina strax. Já. Og það er mikið efni, kíló slá fast, grjót fokkin harður. Og það mætti Armadas tvisvar. Svo fór hann bara á móti Elmari Frey og Magnúsi Kolbirni. Bara tveimur mennum með svo miklu meiri reynslu. Og hann stóð sig ógeðslega vel í öllum þessum barðum. Báðum á móti Armadas og báðum á móti hinum sleggjónum í þungaveitinni. Og ég tek bara hattinn á honum fyrir Ágústi Davíðsssyni. Kominn hérna síðasta bikarmóti var hann í B-flokki. Nú er hann bara kominn í A-flokk.
og til í að mæta þessum ógnvænlega manni sem Sigurjón Guðnason er. Heldur betur. Við byrjum hérna. Sigurjón Guðnason í bláu, Ágúst Davíðsson í rauðu. Ágúst Davíðsson kannski var það pínu að falli að hann var ekki alveg með þolið fyrir 2 vikum. Gasaði út snemma. Já. Sigurjón segir var að fá cirka bát með 1 lótu meira í þól. Já. Vá, herðu. Það er svo mikill höggþungi sem kemur frá Sigurjóni að þó að þú sért að verja þetta með gardinu þá, þú munt vera með hausverk í allan dag þó að þetta sé bara lendi í gardi. Já, alveg pottitt, heldur betur. Flott jab í body hjá Sigurjóni og svo cross í body. Vel gert hjá Ágústi Davíðsson að dippa þarna undir höggið hjá Sigurjóni. Þarna lendir hjá Sigurjóni maður. Shit, hvað ég væri ekki til í að vera kýldir á Sigurjóni Guðnasoni. Nei, ég þarf að vera sammála því. Og heldur ekki af Ágústi Davíðssoni eða út í það er farið. Flott stunga henni hjá Ágústi. Ágústi er nefnilega með frábært jobb og maður sá það mjög vel þegar hann var að keppa í B-flokknum þar sem hann fekk svona aðeins að njóta sín meira. Hvað hann er fundamentally solid með rosa gott jobb og svona. En tjóðilega erfitt að eiga við Sigurjón örgulega. Þú veist, þessi högg, þó þú verðir þetta, þá er þetta bara svo fucking þungt maður. Afsakið hvað ég blóta. Þér er fyrirgefið. Vinstri maður. Nei. Sigurjón er að bara hoppa þarna í högginu. Þarna lendir Sigurjón maður. Þú veist, það þurfi ekki mörg högg frá Sigurjóni að lenda clean, sko, þú veist. Þetta er knockout power, sko. Heldur betur. Við munum fá að sjá það fyrr en síðar, sko. Hann áttur að skilja einhvern eftir meðlundalaus. Þetta lendir Sigurjón ansi vel. Davíð. Hvergi lagið búinn að fjara út í þessum barða. En á sama tíma í síðustu viðrögnina, þarna var Davíð svolítið búinn, sko, en það var Ágúst Davíðsson Ágúst Davíð, já. Þannig að hann er klálega aðeins betur stiltur núna. Já. Veit meira hvað hann er að koma inn í. Hann er búinn að upplifa þetta áður. Sjöfull lítur þetta að vera fucking erfitt, maður. Já, en Sigurjón er klálega að eyða meiri orku. Já. Og þannig að spurning hvort að Ágúst ætli að spila, sko, lótu 2-3. Já. Hann sé að líta á þessu marathón en ekki sem spretthlaup. Já. Nokkurn veginn. Kannski svona leifa fyrstu lótunni að slippa frá sér eins lengi og Sigurjón eyðir bara nógu djöfulli mikið af kröftunum sínum í þeirri lótu. Einmitt. En ég meina það er nóg að koma tilbaka frá Ágústi, það er góð jab, sko. Og þarna, jabbinn telja jafn mikið og þungavík. Nákvæmlega. Þetta voru 5 jabbi í smetti. Ég verði eiginlega að gera þetta á Sigurjón samt, sko. Já. En þú veist, það er samt ekki það mikil munur af því að jabbinn er að ná í gegn hjá Ágústi og þó þetta sé ekkert að meiða Sigurjón, þetta er svona aðeins að trufla hann, þá samt telur þetta alveg. Þetta telur. Það sem þetta er gaman að geta að dómararnir gefa þetta splitt. Þeir eru ekki allir sammála um þetta. Nákvæmlega. Það er svona þegar maður kannski stendur bara með hnefann í andlutinu og það er bara jab í andlið. Já, nákvæmlega. Þá Oft blekkir að mann þegar að svona við sjáum að síðustu slagta Ágúst stendur. Það er svo hérna Daði Ástúrsson, bókstafurinn hans Kolla, segir og ætti rauninni ekki að setjast milli lóta. Þannig að lótan má ekki byrja á því erfiðasta. Nei, nákvæmlega. Það má ekki vera of erfitt að standa upp. Nákvæmlega. Herru, þá var það önnur lóta. Já. Ég hef áhyggjur af kardiónu hjá Sigurjóni núna, sko. Já. Ef ég veit eitthvað bardaíþróttir, þá myndi ég giska að Ágúst fær nú að vinna sig inn í bardaðan og hann ætli að taka þessa lótu. En tjóðið hlýtur að vera erfitt að eiga við höggþunga sem kemur frá Sigurjóni.
þarna þessi Ágúst að kalla eftir að hann noti svolítið fremri höndin sinni. Það er að kalla 1-5-3. Það er kannski alveg rétt, þú veist, því að Ágúst mun vinna þetta á fremri höndin sinni. Það mun vinna þetta. Hann pointfæta sig í gegn og það verða jumpin og vinstri klókar. Stift jump þarna hjá Sigurði, lendir beint mark. Báðir menn verða þverjum. Það er stóri strákar. Tekur mikið orku að smá aftan í hnakka, svo sem bara Ágúst sem að dippaði haustum alltaf langt fram. Sigurjón að lenda ekki höndum hérna. Þetta er samt meira og minna blokka hjá Ágústi, þannig að þú veist, þetta er ekkert að telja. Þetta er ekki að telja, þó að það marta þessi lúta þungt og þú veist að segja með Ágúst. Eins og enginn bara blokkar þetta. Tíminska klokkur hérna frá Ágústi. Svo Ágúst getur verið að vinna á barndag. Lenda Sigur á aukinu. Sigurður slægir góminn úr Ágústi. Ég held að Ágúst að lita á þetta sem bara svona smá góða pásu þarna. Góða pásu. Það var svolítið lengi að detta út úr gómurinn. Það reyndi að grípa hann. En ég held að hann taki pásunni fagnandi. Já. Það er náttúrulega þekkt dirty trick að spýta úr þessu gómnum fyrir smá pásu, sko. Já, það má. Þarna Linda Sigurður var ríkilega höggi. Þarna kom eitt í gegn. Hægri handarhögg svo Sigurðinni náði í gegn. Þú veist, eitt svona högg getur breytt öllu. Jab í bótið. Ágúst náði að slippa hana þunga hægri frá Sigurðinni. Það sýndist að hann á sama tíma að lenda. Ég veit ekkert hver að vinna hann barndag. Wow. Þetta er svakalegu bær. En ég hef áhyggjur á Sigurðinni í þriðju lótunni af því að hann er sjáanlega mjög þreyttur. Já, hann er svolítið fann að gasa. En Ágúst líka þreyttur, en maður sér það miklu meira á Sigurðinni. Þannig að þessi þriðja lóta á eftir að vera Ágúst heldur að kjöpti sig en með sterkar sterkar fyrir húsgæðin frá kemur Sigurðinni undan fyrir mikið meira fyrir bara aðeins að tala sig hvað heiminn Sigurður lendi hana svona jabbi í skrefinu, ágætur þungi í þessu. Báðir menn að verða þreyttir maður. Ágúst
þú veist, náði hann að koma inn í botti en Sigurjón svaraði hann með einu í hausinn. Þetta, þú veist, tjaldið frá Sigurjóni. Nú báðu menn aftan í hnakka frá Sigurjóni. Þetta er lítið hann að sagja það. Ágúst var skrifið í stöðu og setti höfuðið fram. Ágúst ekki að finna sig mikið í viðeigandi leiknum. Báðu menn rosalega þreyttir hérna undir lok, þriðju loki. Það minna mínútur eftir að 40 sekúndur eftir þessum barða. Báðu menn orðislega þreyttir. Hver vill þetta meira? Nú kemur það í ljós. Hver er með meira drukki sem í þessu fjörðurni? Kynnir dagsins segja okkur hvernig þetta fór allt saman. Jæja gott fólk, þetta var aðalpartæði dagsins. Eftir 3 geggjaðar lotur er komið að dómaróskurinn og ég get sagt að þetta er æsispennandi. Hver sigurvegari í aðalpartæði dagsins, niðurstaðan er komin í hús, dómararnir hafa ákveðið og það er split decision victory eða split. Klóðin dómaróskurinn, Split decision. sigurinn að þessu sinni kemur úr Það er split decision í bláa hornið. Sigurjón Sigurðarsson vinnur aðra viðureign gegn Ágústi Davíðssyni. Þeir eiga bókaðan bardaga á þriðja degi líka. Við gætum séð þess að sleggja aftur ef þeir ákveða að berjast sín á milli aftur. Já í mái, þetta var nú ekki djók. Og þar með líkur mótinu hérna í Vaflis sé geggjaði viðureignir, algjör snill. Þetta var þvílík skemmtun maður. Þetta var rosalega skemmtun. Ég vil bara performance bonus á hvern einasta bardagamann. Já, Ha, en sko, diskutuðum við þess, Já. Fight of the Night. Noel Viktor. Ég þarf að vera Það saman var á bara það. svo mikið gæði þar. var Og það rosalega var svo gæði. mjótt þarna á milli, sko. En þú veist, Bjarni Ottarsson, þú veist, klálega frammistaða dagsins. Já. Þetta var ótrúleg frammistaða í honum. Svo fannst mér líka bara hérna Dagur Hingsson og Alex Orri Ívarsson. Það var svakalegu fætið þeim. Ég hefði getað dottið í báðar áttir. Það var svona dark horse bardagi dagsins. Já, einhvern veginn. já. Það er svona bardagi sem kom mest á óvart, hann svo sá hann á blaði. Já. Og svona, já, bardagi. En svo var það bara Svo var það bara fucking þvílík fight, skemmtun. sko. Ótrúlega skemmtileg bardagi. Og mér fannst ógeðslega gaman að sjá að hérna hvað Yahya Gassili og Seyam Omar Já. sýndu mikla framfarir frá því að ég sá það seinast, sko. Þannig að það eru margir menn að taka stór skref fram á við. Já, ég er samanlega. En svo vil ég ekki gleyma sko Jón Ólaf með Símoni Kristjánssoni. Já, einmitt, Það var hérna blóðunar sér Já, já. sér hverju megin og alveg skemmtum. adjustments og hrikalega svona skemmtilegu bardagi þar sem að báðir þurfti einhvern veginn að laga sig aðeins til sko. Nákvæmlega. Eins og þú myndist áðan, Seyam Omar moti Carles Belenguer var hrikalega skemmtileg bardagi líka. Já. Og Yahya Gassili stóð upp úr. Já, En bara ótrúlega vel heppna nefnilega kvöld Algjörlega. hérna í Babbi í Kópavogi. Við vorum örlítið seinir á því að því við lentum í rafmagnsvandræðum. já. Þannig að það vandaði eitt barda upp á streymið. Mistum að hann að Sibba í byrjun sem að sigraði sinn fight á móti Já. hverjum var það aftur. Við getum flettið upp. Það Það hefur var verið Sigurbergur, Einar Jóhannsson á móti Artem Gors. Artem Gorsenin. Já.
Nákvæmlega. Frá nefnilegfélagi Akranesi. Nákvæmlega, já. En það var líka flotti fight, byrjaði svolítið jafn en Sibbi svolítið tók yfir og átti sko svakalega sterkar þriðjulótu. Einmitt. Hann mjög skemmtilegur svona pressure fighter sko, við bara áfram og svolítið svona Tyson feelingur í Sibba sko, ég alveg fíla hann í botn sko. Já, ég sammála, en Artem og Sibbi, þeir berjast aftur á degi 3. Einmitt, já, þeir voru náttúrulega ekki á degi 1 af því að Sibbi var úti í Lettlandi. Já, einmitt. Það voru nefnilega nokkur að keppa í útlöndum á þessum tíma. Þannig að það er spurning að vera gaman að sjá, hvaða bardagar haldast inni. En næsta nefnilegamót verður haldið í nýju húsakynnum nefnilegafélags Hafnarfjarðar. Nákvæmlega. Það er helgin 2. október, cirka bát. Ef að ég kann rétt á dagatal. Nei, það er 4. október. Það er 4. október, já. Já, ég kann ekki rétt dagatal. Þannig að þetta verður svona ákveðið opnunarpartí í HFH. Geggjað. Ég veit að borgarstjórinn verður þarna og þetta verður svona eitthvað fínt. Já, ok. Þannig að við fáum að sjá nýtt 2 hæða húsnæði nefnilegafélag Hafnarfjarðar og eitthvað svona skemmtun. Já, geggjað. Já. Maður mun nú sakna gömlu, Strandgata? Nei, hvað heit það? Nei, það er íþróttahúsið. Dalsönnið. Dalsönnið. Já, það var svo mikil sál í því húsnæði. Já, það var stangheðið. En þeir eru kannski svolítið búin að sprengja það húsnæði utan að sér, sko. Ég hef mitt sá einhvern tímann æfingunni hjá þeim, það var bara varla pláss fyrir krakkarna þar að hreyfa sig sko. Þannig að gaman að sjá að þeir séu komin í nýtt húsnæði og verður gaman að koma þarna eftir 2 vikur. Þokkalega, því að HFH náttúrulega rekur mjög öflugt krakkastarf og það var bara ekki pláss fyrir fleiri krakkalakka inni, þannig að þeir eru komið með alveg geggja húsnæði á nýjum stað. Þannig að við sjáum stað 4. október á 3. degi byggamótsins. Já. Er það ekki bara? Jú, algjörlega. Við þökkum öllum fyrir að hlusta og horfa á streamið. Ég vona að þið hafið skemmt ykkur jafn vel og ég og Biggi. Yes sir. Og bara hvetjum ykkur til að tjúna inn á mánudagskvöldið kl. 8 á 5. lótuna þar sem við munum gera þetta allt saman upp. Já, einmitt. Sem er náttúrulega líka bara á sömu YouTube-síðu. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta verður allt gert upp þar í beinni útsendingu á mánudaginn og ef þú missir á beinni útsendingunni þá er þátturinn að sjálfsögðu gefin út á Spotify á þriðjudegi. Yes sir. Yes sir. Herru, takk að þetta bara horfa og við sjáumst eftir 2 vikur.